Þið kannist kannski ekki við mig, en þið kannist örugglega bíómyndir sem voru gerðar mig hérna fyrir ekki svo lengur. Eftir að ég spjallaði við félaginn minn George Lucas mína upplifun sem Jedi frá annarri vetrarbraut. Já, ég að sjálfsögðu að tala bíómyndirnar Star Wars sem þær voru búnar til mig. Obi-Wan Kenobi og mína upplifun sem Jedi. En þótt að ég heiti nú Obi-Wan Kenobi, þá megið þið nú sem kallaði mig Benna. Ég segi alltaf við vini mína því megið bara kallaði mig Benna. Og ég hef ákveðið núna að setja Star Wars aðeins á hilluna og kenna ykkur aðeins populisma. Og mína upplifun á populisma í gegnum, lítinn kall sem að kallast Kanselorinn Palpatine. Hafið þið heyrt hann? Til þið pæla þessi sögu Star Wars, sem nú aftur, fjallar mig. Þá það sagan hvernig keisari kemur til valda með því að sannfæra lýðinn að stjórnin vilji gegn hagsmunum almenna mannsins í þjóðinni og nær einnig að sannfæra þá að það sé einhvers konar spillt elíta af okkur, Jedi fólki, sem einhvern veginn búin að grafa undan þeirra lýðræði og þeirra frelsi og að svíkja þau alla með einhverjum leynilegum spilum. Og síðan þegar hann búinn að ná að taka völd, hann Palpatine, í bíómyndinni sem við sáum mig, þá kemur þessi lína. Þetta hvernig frelsið deyr, með svakalegu lófataki. Og mér finnst það ná svolítið vel undir hvernig populismin virkar. Hann snýst að skapa einhverja elítu sem að vinna gegn hinum almenna manni og nýta þann ótta sem skapast þess að breyta strúktúrinu á völdum. Á valdastruktúrinu í raun og veru. Og þetta vinsælt, allstaðar. Í öllum vetrarbrautum sem ég hef ferðast til, þá þetta alltaf notað, því þetta virkar. Já, eitt af því mikilvægasta þegar kemur á populisma og hvernig við viljum breyta svona samræðum okkar við annað fólk í kringum það, að fara ekki beint í þessar rökræður, beint í þessi rök. Því að það það sem polarisering fæðist. Þar við bara að ýta hvort öðru lengra í báðar hliðar. Í staðinn fyrir bara að skapa vettvang þar sem að fólki líði þægilega að tala ótta, sem þægilega að tala þetta og þægilega að finna einhvers konar samfélag með hvort öðru. Þegar við gerum það, hlustum bara á hvort annað, búum til þannig vettvang, þá erum við búin að fjarlægja púðrið úr populisma. Eitt gott dæmi sem heitir Jar Jar Binks. Því kannist við Jar Jar Binks úr episode 1, Phantom Menace, sem bíómynd sem mig. Hann var ógeðsleg skepna, ég þoldi hann ekki. Mér fannst hann svívirðilegur og ég kom illa fram með hann. Sem ég sé eftir, því hefði ég kannski bara tekið smá tíma til þess að kynnast honum og hlusta á hann. Þá hefði ekki verið jafn auðvelt fyrir Palpatine Kanselor að vinna á ótta hans og hann hefði ekki verið einn helsta strengjabrúða í áformum hans til þess að taka yfir sendiráðið í episode 2 Attack of the Clones bíómynd aftur með mig. Já, hver þinn Jar Jar Binks? Það mín pæling. En þið örugglega búin að fá nóg af því að hlusta á mig tala hann Palpatine við minn. Viljið þið ekki frekar heyra dæmi úr okkar eigin vetrarbraut? Já, glæsilegt. Þá skulum við bara kíkja á mína aðal ástríðu í lífinu og það ekki geislasæðar, kallarnir mínir. Velkomin í sokkabrúðu leikhúsið mitt. En við ætlum að kíkja aðeins á einn umdeildan pólitískan gæja hérna á Íslandi sem hann Sigmundur Davíð. En við erum hérna með hana Siggu. Hvað ertu, Sigga mín? Þarna síminn hennar. Hún hérna að skoða blogg með honum sem að Sigmundur Davíð hefur skrifað í símanum sínum. Og við skulum aðeins kíkja hvað gerist eftir það. Kíkjum á þetta. Ég Jedi. Þetta byrjuð. Á undanförum árum hefur mannfjöldi á Íslandi aukist hraðar en nokkur sinni áður í sögu landsins. Hvað þetta? Íslendingum hefur þó lítið fjölgað, raunar allt of lítið. Viðbótin hefur fyrst og fremst orðið með flutningi erlendra ríkisborgara til landsins. Dóttar mía. Þetta hefur fylgt gríðarlegt aukið álag á innviði landsins á skömmum tíma. Hvort sem litið til heilbrigðiskerfisins, menntamála, löggæslu, húsnæðismarkaðar eða ótal annarra þátta hefur mikilvægasta þjónusta samfélagsins orðið fyrir gríðarlegu raski. Nei. Þótt beinn árlegur kostnaður við utanumhald hælisleitendakerfisins nemi hátt í 30 milljörðum króna kostnaðurinn sem fylgir svo miklu auknu álagi á lítið samfélag miklu meiri. Ég vissi það. Þá ekki talin langtíma áhrifin af því ef samfélag sundrast og glatar því sem samin það
Slíkt tjón ómælanlegt í peningum og verður aldrei bætt. Ég vissi það. Nei. Jæja, úff. Hérna verið að koma með rosalega erfiðar og djúp samfélagsleg vandamál og verið að færa það allt yfir á hælisleitendur eins og þeir séu svona að fá allt í hendurnar en almenni íslenski ríkisborgarinn, hann fær ekki neitt. Núna aftur á móti Sigga að fara að hitta vin sinn, hann Baldur, en hann ekkert endilega á sömu skoðun. Kíkjum hvað gerist. Baldur, já, Sigga mín, já, hæ. Varstu bara að lesa þessa grein eftir hann Sigmund Davíð? Þetta alveg hárrétt, ég fæ enga vinnu neins staðar. Og engan stuðning og síðan verið að setja allt í hendurnar á þessum bévítans hælisveitendum. Sigga, hvað ertu að tala um þér? Þessi grein bara kjaftaði, sko. Hann bara að reyna að misnota aðstæður verkafólks í landinu til að ná völdum. Þau fá ekkert allt í hendurnar. Þau upplifa oft ómannúðlegar aðstæður hér á landi og eru stöðugt í óvissu hvort þau fá að vera hér og geta ekki einu sinni leigt sér spólu á bólusetjó því þau eru ekki með kennitölu, Sigga. Þetta er í ruglinu. Nei, nú ert þú alveg í ruglinu, ha. Nú ekki komið nóg, Baldur. Þú bara einn af þeim, eða ekki? Þessum hælisleitendasleikjum sem vilja bara okkur Íslendingum illt. Nei, Sigga, ertu eitthvað gengin á göflunum? Þú verður að hlusta á rökin í mér. Baldur minn, voru hún aðeins að slappa af þinn. Þarna fóru þú aðeins og langt í villuna. Skoðum aðeins hvað gerðist. Það er virkilega erfitt þegar andú byrjar að vinna gegn minnihlutahópum og þegar populismi notaði til þess. Og þannig maður freistast svolítið til þess að fá hitann í sig og berjast þarna. En Baldur, ég verð nú að segja þér, þetta voru góð rök hjá þér, en þá væri nú flott ef þú myndir kannski aðeins reyna einbeitt þér að hlusta frekar á hana Siggu. Jú, kallinn minn, það gæti kannski gengið betur en þú heldur. Annars spólum aðeins tilbaka og reyndi núna bara að hlusta aðeins á hana í staðinn fyrir að vera að rífast svona mikið. Baldur, varstu bara að lesa þessa grein eftir hann Sigmund Davíð? Þetta er alveg hárrétt, ég fæ enga vinnu neins staðar og engan stuðning og síðan verið að setja allt í hendurnar á þessum bévítans hælisleitendum. Já, Sigga, ég skil það alveg. Það er erfitt að þú hefur ekki fengið nægan stuðning. Segðu mér endilega meir þína hlið. Já, takk, ég trúi því bara. Besta leiðin til að sjá vel okkur sem þjóð er að sjá fyrstum fólki sem til í þjóðinni og ekki vera að eyða svona miklum peningum svona fólk sem fæddist ekki einu sinni hérna. Já, ég skil. Þannig að það er einfaldlega ekki verið að sjá nógu vel mig. Nei, ég er búin að vera í óvissu með bæði vinnu og húsnæði í langan tíma og enginn gerir neitt en allt er gert fyrir þetta fólk. Vá, ég skil. Þannig hugmyndin er að við þurfum að velja að við getum ekki verið að sjá bæðum okkar fólk og fólk frá okkar þjóðum. Er ég að skilja þig rétt? Já, þú skilur mig rétt. Það er nákvæmlega þannig. Já, við erum kannski ekki alveg sammála allt sem tengist þessu máli. En þetta er virkilega erfitt og skiljanlegt að þið líði svona. Og ég er mjög sammála að það að sjá betur þig, Sigga mín. Þið eru búin að vera að eiga svona rosalega erfitt. Takk fyrir, Baldur minn. Þú ert einn af þeim góðu. Vá! Vel gert, Baldur minn. Þetta var erfitt. En þetta er byrjunin á að vinna gegn svona populisma sem að grefur undan lýðræði. Það er bara að búa til hennar vettvang þar sem við getum hlustað. Þetta hefur verið rosalega erfitt. Hvernig líður þið, Baldur minn? Baldur? Nei, kallinn minn út, alveg búinn á því. Alveg brunnin út, elsku kallinn minn. Já, þetta er erfið vinna, Baldur minn. Jæja, ég vona nú innilega að við höfum lært eitthvað hérna. Við lærum til dæmis að bara að einn besta leiðin til þess að berjast á móti svona polarísingu sem að vex oft í gegnum þennan populisma er ekki með að rífast, heldur með því einfaldlega að læra að hlusta hvort annað og passa það að við berum virðingu fyrir hvort öðru sem manneskjur fyrst áður en við förum að horfa hvort annað sem skrimsli og einhverja bardaga þess að vinna. Og þú stóðst þig mjög vel, Baldur. Svoandi. Allavega. Ég vona að þetta sé nú bara einn af fyrstu þáttunum og eins og ég hef alltaf sagt,
Megi mátturinn vera með þér í för.